Jæja Maggi, 3-1 sigur á Stjörnumönnum. Hvernig bara metur þú svona þennan leik? Þetta var bara frábær liðseild og trú sem vandaði þessu. Við höfum trú all tíman, getur lent undir þetta nokkra mínútur en við höfum búin að tala fyrir leik að við ættum að vera klárir að bregðast hverjum sem kemur á okkur og við gerum það, svo sannarlega. Ég hafði aldrei að trúa að við getum snúið þessu, tölum aftur í hálfleik og mér fannst magnaður gaflega þessi skorum þessi mörk og svo vörðum við bara þessi frábæla sem lið allan leikinn. Þannig að þetta var frábælega gert og sýnir liðsheildina í honum. Fyrsta skipti í sögu félagsins sem að fer í undanúrslit bikar. Það hlýtur að vera afrek sem að þeir eru ánægðir með og þú sért stoltur að. Já, 100% og bara við fórum í afturúrslit í fyrra og svekkt að fara ekki lengra þannig að nú er komin undanúrslit sem er frábært. Við viljum meira, við viljum fara í úrslitaleiki. Þannig að ef við erum búin að vinna 4 leiki þessari keppni og búin með 4 borðið þetta töluleikur og það eru 2 borð eftir og við viljum vinna næsta borðið í leiknum og komast í endakefli sem er lögðsleikin. Þið hótið svona senastu 10 mínúturnar í fyrri hálfleik að skora, náðuð ekki jafna og síðan svona í byrjun seinni liggið þið svolítið tilbaka fyrst en náðuð svona snúið sig við. Hvernig metur þessa svona atburðarás? Já, ég meina, Stjarnan er gott lið og við þurftum bara hágætlega að verjast þeim og vel þjálfaðir og með marga hæfileika fótboltamenn. Það er erfitt að stíga, við getum ekki stíga hátt á alla tíma því þá myndu þeir líklega finna einhverja leiðir þannig að við þurftum að verjast og vera þolinmóðir og svo sem fyrir þetta þau komast yfir í byrjun en þeir gerðu nokkuð lítið af markinu okkar fyrir utan það í fyrri hálfleiknum. En svo bara einhvern veginn, bara trúin alltaf með staðar og leið á fyrsta marki kom, farið í miklu orku og frábær stuðningur í stúkuðingi, svona stórkostlegur þannig að ég vona að það verði áfram í næstu leikjum því að það hjálpaði okkur mikið á þessum kafla sem við tökum einhvern veginn yfir leikinn og göngum eiginlega frá honum með þessum 3 mörkum. Gamli maðurinn Birkir Már, frábær hér í dag, skorað 2 og var að spila á hægri kantinum. Var það eitthvað sem að þú greindi við Stjörnuna sem var til þess að hann spilaði þar eða svona hvernig? Bara bæði og. Elmar Kári er meiddur sem er okkar hægri kantmaður númer 1 þannig að hann því miður ekki með þannig að við þurftum að finna leiðir og já, það var meðal hans móti Stjörnunni því hann varðist frábærlega og svona kann það og við vissum að geta gert það og svo vissum við líka að hann spilaði kantið að var yngri og gæti laumaði marki. Ég bjóst ekki alveg 2 mörkur á honum en það var hrikalega vel gert hjá hann í báðum mörkunum og hann skoraðist alltaf megavika þannig að það geggaði þessi megavika núna, hrikalega lánaði með tímastingur á leiknum þannig að þetta bara skrifaði í skín af flott. Og hvernig er staðan á Elmari Kára? Er langt í hann eða? Nei, alls ekki, þetta var við vorum alveg að íhuga með þennan leik en komaði snemma og nú kemur smá pása hjá okkur sem við þurfum að nýta til að hlaða batterín og vera klárir síðan í næsta leik þannig að þetta er bara kærkomið í pásunum, við erum búin að spila mikið og svo mætum við klárir í næsta deildarleik sem er á Ísafirði og við þurfum að vera orkumiklir og klárir í bátana þar og hérna í dag, það er klárt. Þið eru fyrsta liðið sem tryggir ykkur í undanúrslitin, er einhver draumaandstæðingur sem býður ykkur þar eða? Nei, ekki lefa leikjunum að klárast innum, það er ekki 6 lið sem geta ennþá verið í pottinum þegar það eru dregið þannig að það kemur bara ljós þegar það kemur en sjálfsög ég var nú sjálfur í þinni stöðu á sínum tíma í mörg ár og spurði þetta spurningar og fekk eiginlega aldrei skemmtileg svör þannig að því miður, ég get ekki glatt þeim í skemmtileg svari ég kem bara með klísjuna sem allir kom með, fá heimaleik fram að áhorfendunum hérna og svo bara let's go. Takk fyrir.